Komiði sæl og verið velkomin í Klefan. Í Klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumálið. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Komiði sæl og velkomin í Klefan. Í dag Elisabeth Margeirsdóttir, ofur últra hlaupari, sest hérna hjá mér og við ætlum að ræða hlaup. Við ætlum að fara aðeins yfir hennar helstu afrek. Við ætlum klárlega að ræða bakgarðinn, förum aðeins yfir náttúruhlaupin og bara fleira hlaupatengt. Þannig að hvet ykkur til þess að hlusta, en áður en að við byrjum þá ætla ég að fá að þakka samstarfsaðilum Klefans kærlega fyrir og það er komið nýr samstarfsaðili. Útilíf, verið velkomin í Klefateymið. En í Útilíf má einmitt finna allt fyrir hlaupin, svona, fyrst að við erum með hlaupa þá passar þetta ágætlega hér og einnig má finna allt bara fyrir hreyfinguna, hvort sem þú sért inni, úti eða bara hreinlega langar að liggja upp í sófa í kósígala. Í Skeifunni þá má finna útivistarverslunina sem ekkert smáfalleg, þið þurfið eiginlega að fara og kíkja á hana. Svo eru íþróttavöruverslanirnar í Kringlunni og Smáralind. Hafið fiskverslun, uppáhaldsfiskverslunin okkar, það eru 2 verslanir sem að þú getur kíkt á. Það í Hlíðasmára og í Spönginni. Og ég held að ég geti alveg lofað því að þú finnur ekki gyrnilegri fisk en í fiskborðinu þeirra. Good býður ekki einungis upp á holla vörur, heldur einnig mjög bragðgóðar. Þeirra vörur má finna í flestum verslunum, örugglega líklega bara í öllum verslunum. Þetta íslensk vara og ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta. Heilsuhillan frá Artasan, þar má finna vandaða vöru til bættri heilsu og vellíðunar. Ég algjörlega á Nutrileng-lestinni. Ég finn mikinn mun á mér þegar ég duglega að taka það og ef þú komið einhverja liðverki þá ætla ég bara að hvetja það til að prófa. En eigum við ekki bara að vinda okkur í þáttinn. Elisabeth Margeirs, vertu velkomin. Takk fyrir. Ofur hlaupari með meiru. Ertu ekki kannski bara fyrsti svona ofur hlauparinn okkar? Nei, ég ætla nú myndir alls ekki segja það. Það alveg mörg sem að hafa farið mjög langt áður en ég fer í þessi löngu hlaup mín og bara til að nafni eins og Gunnlaugur. Já, hann poppar reyndar upp í hugan á mér. Og Ágúst Kvaran og fleiri. Það eru svona kannski fyrirmyndirnar sem ég hafi þá. Sem frábært. Við Elisabeth, við kynnumst árið 2010 hjá Stöð 2 og mér finnst svona gaman að minnast þess því að þá varst þú veðurkonan og ég var íþróttafréttakona og við kynnumst þarna á deildinni og þú varst ekkert mikið að hlaupa það var aðeins en ekki svona mikið. Já, þannig 2010 þá ég hafði farið fyrsta laugarslaupið mitt 2009 og ég var svona bara svona stíga fyrstu skrefin í þessum utanvega hlaupum. Já. En ég var alls ekkert komin svona mikið í þetta. Nei. Það ekki eiginlega fyrir en ég ætla að segja svona 2012-13 sem ég svona fer að svona einblína meira á hlaupin og keppa meira. Já, og en svo ertu, þú ert löggiltur næringafræðingur með BS gráði í lífefnafræði og mastersgráði í næringafræði. Já. Allt í lagi, þannig að þú hefði tíma til að hlaupa og mennta þig og vera í veðurfréttunum. Á þessum tíma þegar þá bara snerist lífið bara klára nám og verið í þessari skemmtilegu vinnu þarna upp á Stöð 2 á sín tíma í veðurfréttunum. Virkilega bara góðu tími og lærði rosamargt þar. Og þið lærðuð ekkert veðurfréttir, þú veist, því ég hélt alveg bara, þær eru örugglega hámenntaðar í að lesa veðurfréttir, en það, þú veist, þið voru bara, Nei, við vorum ekki veðurfræðingar. Nei, það var alveg smjörleit eftir. En okkur var treyst fyrir því að í rauninni setja saman með þessu spár og flytja þær í beinni útsendingu á þessum tíma og þetta er alltaf óbærslega krefjandi og
og maður alltaf vildi standa sig vel og ég var bara mjög ánægð með það sem ég gerði og hafði mikinn áhuga fekk mikinn og var með mikinn áhuga á veðrinu og veðurspám og því að á þessum tíma þá maður alltaf ég var mikið byrjað að stunda útivist og hlaup og maður bara vildi vita hver besta veðri var og svona. Og sko, það var ein svona fyndin saga að mér fannst allan mjög fyndið því að þú varst bara með svona grænan skjá fyrir fram að þig. Já, svona fyrir aftan þig og varst svo eitthvað að benda og mér varst stundum svona gaman þegar þú varst að undirbúa þig og eitthvað þess að það er svo mætur einu sinni í alveg dökkgrænum buxum og þú varst fótalaus í útsendingunni og ég man hvað við hlóum að því, það var mjög fyndið. Já, mér rámar í þetta því að þá gáttir svona summað á mig örglega, klift fætunar út sko. Já. Og þá gargaðist það sko. Já. En þetta var alveg bara, þú varst líka bara, þú veist, þær eru svo ótrúlega dökkar, ég held að myndi sleppa. En já, heyrðu, en hvernig byrjaði að hlaupa? Ég byrjaði að hlaupa svona, já, í menntaskóla, svona seinni árunum þegar ég var í menntaskólanum í Reykjavík. Já. Og var alveg farin að hugsa daldið heilsu og mataræði og svona, var komin í það. Var alveg daldið heldtekin að því að borða holt og var farin að, þú veist, var í ræktinni og svo var svona íþróttapróf í MR að hlaupa 2000 metra á tíma. Já. Og maður þurfti að hlaupa það á 9 mínútum til að fá 10. Okay. Og mér fannst það bara vera ágætlega gerlegt og reyndi bara, já, tók nokkur æfingarhlaup, veist, heima kringum hverfið og bara, og hvernig, já, náði þessu. Þetta er ekki rætt pace en ég meina þetta er þá 4:30 eða ekki? Já, eitthvað svo leiðis. Já. Ok, en þú veist, varst í einhverjum íþróttum þegar þú varst yngri? Ekki mikið, ég veist aldrei aðeins við handbolta með bestu vinkonu minni sem var náttúrulega miklu betur en ég í handbolta og já, það var eitthvað sem maður var ekki alveg átt ekkit neitt mikið. Nei. Ég hafði ekki mikið metnað, veit ég, á þeim tíma. Ekki fyrir handbolta? Ekki í handboltanum, en auðvitað, þú veist, en svo, já, það var bara gaman, ágætt tímabil, prófa það, en nei, ég var ekki mikið í íþróttum. En hvað var það sem heillaði þig við hlaupin? Mér fannst þetta greinilega bara rosalega gaman frá upphafi, bara því ég fór út að hlaupa sjálf og hvernig svona þorði því, maður þurfti alltaf að manna sig út og fara að finna einhver föt til þess að hlaupa í. Ég átti náttúrulega engin þannig hlaupaföt á þessum tíma. Þú veist, átti einhverja Nike skó og fekk einhver hælsari og þá fór leitin að finna hlaupaskó. Ég átti Asics Kayano í mörg ár þar til ég fatta að það var enga veginn skórinn sem hentaði mér best. Nei, okay. Og já, svo reyndar ég daldið frökk og ég skrái mig í hálft marathon í Reykjavíkur marathoninu líklega 2004. Okay. Þú veist, ég er ekki orðin 20 þarna sko. Nei. Ég er 19 ára gömul og rétt útskrifið í menntaskóla ennþá. Svo fer ég fyrsta marathoni mitt held í 2005. Og þetta var eitthvað sem mér langaði rosalega mikið að gera og já, þannig að svo bara hef ég ekkert nánast ekki hætt síðan. Nei, ekki eins og þegar þú varst nú ólétt sko, ég var að fylgjast með þér þá. Já, einmitt, það var ákveðin áskorun en það er þetta, ég held að það sem ég hefur einhvern haldið mér inn í hlaupunum er bara dett ekki út, auðvitað hafa komið tímabil sem ég hlaupi minna en auðvitað bara að finna sér markmið og hafa gaman, finna náttúrulega hvað það getur breytt lífum hans að því að manni líður betur og meira sjálfstraust. Já. Meiri orku og síðan því ég fyrir endur Jökulsárhlaup 2008 og það breytti alveg öllu fyrir mig af því síðan þá hef ég bara verið í utanvegarhlaupum. Okay. Fer í Laugaveginn 2009, geng þar inn í mjög gott hlaupaprógram með hlaupahópi Ármanns á þeim tíma. Já. Og það var bara, þá byrjaði ég bara að þjálfa svona eftir, veist, hlaupaprógrami og setja mig, veist, inn í náttúrulega bara alveg þjálfun, hlaupaþjálfun. En sko, fyrsti Laugavegurinn er 2009, ef ég minnir rétt, og því ég vann hjá IBR að halda Laugavegshlaupið, að ertu búin með 15
Laugarvegshlaup eða? Í dag er ég búin með held ég 14 hlaup. Nú það 14, ok. Ég sleppti einu árinu. Já. Það var bara sé eftir í endan daginn í dag ég hafa sleppt einu ári. En ef ég myndi taka þátt núna í sumar, þá er það held ég 15. hlaupið mitt. Ok. Þá myndi ég fá viðurkenningu held ég. Já, það er þannig, sko, það er 100% þannig, en ok, þannig að þú ert búin að fara 15 sinnum. 14 sinnum, og þú ert nú örugglega að fara í sumar. En hvað er það sem að, svona, þú veist, hvað er það við Laugarvegshlaupið? Mér finnst það oft vera svona ótrúlega mikið svona bucket dæmi og svo þegar fólk er búið að fara einu sinni, að þá bara, verða flesti bara sjúkir í það. Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað svona góðum tíma ársins. Já. Þú getur byrjað að æfa vel svona kringum páska. Já, þetta hlaupið er svona alltaf svona í kringum 15. júlí. Já, svona miðjan júlí. Þannig að það er bara mjög góður aðdragandi til að ná góðu tímabili. Já. Og svo þetta með ákveðni reynslu, þótt að ég sé kannski ekki langt frá því að vera hraðasta konan eða með hröðustu konunum í dag, en þá er ég búin að hlaupa hann svo oft að ég tel mig kunna að hlaupa Laugaveginn vel. Já. Og það gefur manni forskot líka að vita hvernig maður á að svona peysa sig í gegnum það og líka með undirbúningin. Þannig ég er alltaf spennt að fara í Laugaveginn og sjá hvar ég stend svona miðað við síðustu ár og hvað ég er að gera algjörlega. En svo er sko einmitt veðurfarið getur verið ótrúlega misjafnt og ég manna að eitt árið þá var rosalega heitt og þá voru einmitt tímanir eiginlega hægari eða eitthvað og svo var hvernig var þetta? Svo var rosa meðvindur eitt árið og þá bara flug allir í mark og þeim fannst það samt eiginlega óþægilegt hvort það var meðvindur og heitt, það var eiginlega mótvindurinn árið eftir og betri eða eitthvað. Þetta er svona mismunandi aðstæður sem koma samt alltaf í sama hlaupinu, sko. Já, ég man, þú getur bara spurt mig hvernig var veðrið árið 2013 og ég geti sagt þér það, sko. Oh my God. Og 16 og 17 og þetta er allt sem maður hefur í einhvern veginn, í reynslu bankanum og maður getur miðlað til fólks. Já. Hvernig maður á að haga hlutanum í Laugaveginum. Eftir góðan undirbúning og fólk þarf að náttúrulega átta sig á því að ef það eru mjög heitar aðstæður eða mótundur og þá verður að gefa hans eftir. Þú getur ekki haldið, þú þarf kannski aðeins að gefa slaka í planinu til að síðan lendi ekki á vegg eða fá kramp í hlaupinu sjálfu. Já, ok, segðu þetta eftir, ef það er ef það er heitt, ef það er mjög heitt þá þarftu líklega að gefa, þú veist, byrja hægar og búast og kannski aðeins að stefna á örlítið hægari tíma og allavega alls ekki byrja á hratt og líka það er mótundur og náttúrulega passa að vera ekki að eyða of mikillir orku þar því að síðan er þetta alltaf þessi síðustu 10-16 kílómetra þar sem að fólk í rauninni bara svona er búið á því eða fari krampana af því að það fór og hratt á stað. Staðið byrjun. En ef það er rigning, þú veist, þá er það eitthvað? Það getur bara verið gott að hafa rigningu. Já, heyrist það svona. Bara svona hressandi veður getur alveg bara verið frábært á Laugaveginum. Já, mér minnir að sko fyrir nokkrum árum þá hafi verið svo mikill snjór í byrjun. Það var mjög erfitt að komast upp og það fór ykkur að bjöggu til tröppur sem bráðinu sem nóttina eða eitthvað, það var mjög fyndið. En að þá var sko snjórinn svo harður að fólk að slappa aðeins við eitthvað af umhverfinu út af því að það gæti hlaupið svolítið bara beint yfir snjóin, hann var það harður sko og mér minnir að sko leiðin hafi bara svona, þú veist, smá styst fyrir vikið sko. Já. Einmitt, svo fær maður alltaf þessar spurningar, þú veist, er mikill snjór eða lítill snjór, hvort er betur? Það skiptir engu máli, við erum öll að hlaupa sömu leiðina, þú veist, og ef það er lítill snjór þá, veist, er maður minna að spóla. Eða mikill snjór, þá þarf maður ekki að fara onni í gilin en veist, þetta er svona það skiptir engu mál, við bara mætum og bara tökum því sem það er En það er kannski ævintýri við Laugaveginn Algjörlega Þú ert basically að hlaupa sömu leið en aldrei sömu aðstæður Einmitt En þú skiptir ekkert föt á leiðinu eða það, ég veit að þú veist, svona kannski þeir sem eru að hlaupa í fyrstu skiptin eru kannski að gera það Nei, ég er ráðleg fólki að þú veist, ef það er ekkert ef það er allt í lagi þá
þá átti ekki að vera eða tími í það að skipta um skó eða föt. Nei. Ok, heyrðu, en höldum aðeins áfram því að ég er með skráð hérna hjá mér árið 2018 og fann á netinu 2018 var Elísabet fyrsta konan í heiminum til að klára 400 km ultra gobi marathoni undir 100 klukkustundum. Vá. Þetta er svona stór fyrirsögn, sko. Ég var líka bara, vá, hvar var þetta eftir? Hvar er ultra gobi? Þetta hlaup fór fram í Kína, gobi eðmerkinni sem að er líka, hluta Kína og er þarna nálægt þessari típisku hásléttu og Mongólíu, þetta er svona alveg bara algjörlega út í raskati, get ég sagt, fullyrði og Bókstaflega. Og bara svona tilviljun að ég datt inn í þessa keppni og hafði verið þarna með góðum félögum í svona áfangarhlaup í Bútan sem er pínulítið konungsríki með Himalajafjöllum. Já, ok. Og þar var gott fólk og góð maður sem að hreinlega bauð mér bara að koma, var að vinna líka fyrir þetta gobihlaup og bara herðu, ertu ekki til í að koma? Greinilega var eitthvað sem, reyna að fá fleiri, einhverja svona útlendinga sem að væru til í að reyna, bara reyna við þetta. Og ég á þessum tíma bara auðvitað. Sjálfsögðu. Í dag myndi ég ekki kannski. en og ég var bara ótrúlega spennt og hafði, þannig að þetta var, aðdragandinn var kannski svona varla hálft ár og þar til að ég ákveða að fara í þetta rúmlega 400 km hlaup. Já. Og þetta er það sem þetta er alltaf þú ætti að vera alltaf sjálfbær, bera alltaf mikinn búnað með þér. Já. Að þetta er svona hluta til self-supported og líka maður þurfti að rata allan tíman í rauninni, eða engar merkingar á leiðinni, nema checkpoints á einhverjum ákveðnum, samtala frekar, það var alveg kannski 12-15 km á milli svona checkpoints og svo voru svona base camps sem maður gat þá komist í ég gat komist í dótið mitt. Já, sem maður bara búin að setja á. Sem ég var búin að láta senda á einhverja stöðvar og þetta var skipulagið, þannig var alveg gríðarlega flókið og fólk getur, ég held ég sé ennþá með þetta inn á hjá Instagraminu mínu, fólk getur séð, einhverja gamla sögur frá þessu, en þetta var náttúrulega bara eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert og engin spurning. Hvað var svona skemmtilegt? Ég finnst þetta hljóma hræðilega. Bara fá þetta tækifæri til að, reyna svona á sig, fara í svona áskorun þar sem að í rauninni auðvitað mikil umgjörð, upplifið með aldrei eitthvað svona óörugga. Nei. En samt að fá að hlaupa, þurfa að rata og þurfa að bjarga mér, en eins og segi, ég var aldrei hrædd. Nei. En ég var alveg með fullt ástæðum til að vera hrædd, en ég þetta bara bara mitt markmið var að klára. En þú veist, þetta er náttúrulega alveg gríðarlega langur tími og rosalega margir kílómetrar. Ertu einhvern tímann ertu að slást við sjálfa þig á leiðinni, bara nú er komið nóg eða ég verð að hætta? Aldrei þarna, oft áður í keppnum, klálega. En þetta var bara mín keppni, þetta var bara svona keppni sem bara gekk algjörlega upp hjá mér og það kom ekkit, ég hafði ekkit, það var ekki möguleik að hætta, komin alla þessa leið, komin langt og maður bara kom sér og maður fór náttúrulega upp og niður og við kannski eigum eftir að ræða bakgarðinn helgina en maður ég náttúrulega tengir rosalega vel við það sem þau gera þar, þótt ég hafa aldrei farið svona langt í bakarslaupi en þá tengi ég þetta aldrei við og get bara þarna það sem ég er í þessu gópihlaupi þá þetta var aldrei kannski valið að hætta. Sem gerði kannski þá áskorun einhver hluti auðveldari af því að það var bara ekkit ég þurfti alltaf að koma mér eitthvert og þannig að það var bara engin spurning, bara að reyna að halda áfram eins bara lengi og gat og komast í markið en í bakgarðinum þá þetta alltaf klukkundum á fresti er mjög freistandi bara að setjast upp í bíl og keyra heim bara upp í rúm. En það er kannski eins og Kári Steinn kom til mín og hann var að ræða maraþonið á Ólympíuleikunum og þá sagði hann að voru svona drykkjastöðvar
Þannig að hann hugsaði ekki að hann væri að hlaupa marathon, heldur hugsaði hann alltaf næstu drykkjastöð. Þú veist að tók þetta, þannig að þetta er kannski svipa og kannski nóg að gera vitandi það að það eru kannski bara 12 kilometrar í næsta tjekk og aftur. Einmitt, já, svo bara, einmitt, maður brýtur þetta upp auðvitað, og maður er aldrei að hugsa endamarkið fyrir bara að maður er komin á síðustu stöðina. Engin spurning. Ég myndi vera svona 399 kilometrar, 398. Maður er aldrei að pæla, maður kíkti aldrei á, flott, ég komin hérna 200 eftir, alls ekki, þú ert bara að fara einhverja leið og bara svo kemst alltaf nær og nær, einmitt, klukkan í gangi allan tíman. Já. Vá. Og ertu með tónlist í eyrunum eða? Já, þetta er svona mismikið, ég ætla að segja ég sé minna með það í dag. Já. En jú, maður þarf ofta að treysta á einhver góð lög til að halda einhverju svona stemningu hjá sér. Já. Og ég var alveg með það í þessu hlaupi, ég var alltaf með síma á mér, gat sett heyrnartól og var með alveg góða playlista, og þá voru það, já, sérstaklega gegnum nótt, þú ert að fara gegnum nótt að hafa eitthvað til að peppa þig áfram. Já, halda sér vakandi með þér. Hvað fannst þér svona, þú hafa lært svona af þessu, ef það er eitthvað sem svona poppar í hugan að þér, svona bara af þessu hlaupa, bara að þú getur allt? Já, ég meina maður getur allt ef manni langar til þess, ef maður hefur löngun til að fara í svona hlaup, þá maður þarf að hafa tíman og fyrst og fremst. Þetta er tímafaktor og það er ekki allir sem hafa tök á því að æfa svona mikið og koma svo heim og ganga frá þvottinum og allt hitt og svo þarf maður að vinna líka, ég meina, það að æfa svona mikið, þetta tekur rosalega mikið toll, og ég finna bara í dag þegar ég lítið baka að sé alveg, já, þetta er ekkert skrítið, þetta var bara, tími minn fór rosalega mikið í að bara æfa, og svo er þetta viðmið brenglast, og í dag finnst mér ekki verið að gera neitt, ég er samt örugglega, ég er að hlaupa náttúrulega alla daga. Einmitt. Þegar maður, já, þetta brenglar. Þetta brenglar mann, en ég reyni alltaf, ég held mig rosalega á jörðinni og já, og ég er ekkit, egoið mitt er alveg bara, það er ekkit rosalega viðkvæmt, sko. Nei. Já. En að æfa fyrir þetta ultra gópi hlaup er snýst þetta að vera sem mest á fótum, eða varstu bara að hlaupa fyrir þetta, eða gerður eitthvað annað? Já, ég var náttúrulega búin að vera að standa mig mjög vel í hlaupum 2016, 17 og 18, þannig að þetta var svona stíft, svona 3-4 ára tímabil, þar sem ég bara virkilega fílaði mig vel og réði við mjög mikið magn. Já. Og þannig sumarið þá er ég bara mest í miklu magni, en er líka í miklum styrktaræfingum, og við sjáum núna fyrir þessu löngu hlaup, og eins og til dæmis bakarslaupin, að ég held að styrktaræfingar spila þar mjög stort hlutverk til að halda fólki í uppréttri stöðu hlaupandi allan að tíma. Einmitt. En ok, eigum við ekki bara aðeins að fara í bakarðin og svo endur við á náttúruhlaupunum. Nú var bakarðurinn, þetta kemur út á þriðjudegi, fyrir 10 dögum síðan, rúmlega, fyrir viku síðan reyndar. Já, rúmlega viku. Já, og náttúruhlaup, þið komið með bakarinn til Íslands? Já, þetta er svona hugmynd sem að Birkir, samstarfsmaður minn, það var eiginlega hann sem kom með þessa hugmynd, af því að það er fyrirtæki í Svíþjóð sem að er svona ekkert ólík okkur í náttúruhlaupunum, og þau voru með svona bakarslaup á sínum snærum. Já. Og það var svona krúttleg keppni, mjög margir þáttakendur, og þau voru, og við bara, já, þetta er svona gott sósíalt hlaup, þetta er svona í anda náttúruhlaupa, fólk svona bara sumir hlaupa 1 hring og aðrir hlaupa 4 og þetta er sniðugt, þetta er þægilegt í framkvæmd. Og svo var Palli, unnustu minn, hann hvatti mig og okkur bara til að kýla á þetta, og við teymið bara, skulum bara vera með, þetta var í COVID, við vorum ákveðið þarna 2020 í COVID, skella í svona hlaup í Heiðmörk. Þannig
haustið og auglýstum þetta með mjög stuttum fyrirvara. Fólk, þetta var, ég held að auglýsingin hafi komið kannski í lok júlí eða eitthvað, eða byrjun ágúst. Já. En við náum að svona nánast held ég fylla hlaupið, það vorum einhverju 150 minni mig og heldum þetta fína bakarslaup, gerðum það vel en það var sérstaklega einn keppandinn sem að vissi út á hvað þetta gekk. Það var hann Þorleifur Þorleifsson. Já, ok. Þannig að það var einn Íslendingur og hann mætti í þetta. Og daldi hlaupahópurinn hans, þau, þannig í Árbæjarskokki. Þau greinilega, þau eru búin að búa til ákveðin aðdándaklúbb í kringum Lazarus Lake sem upphafs maður, bakarslaupa og Barkley Marathons. Já. Og hérna þau komið hann öll og Þorleifur bara vissi náttúrulega, hann bara veit allt bakarðinn þegar hann mætir og meðan allir hinir keppendurnir, þeir vissi ekkert hvað þeir voru að fara út í. Hlupurhingin allt og rætt og þetta svona á meðan Þorleifur alltaf bara, hann var síðastur alltaf með hringin á 50 mínútum, minni mig. Og hann endaði sem sigurvegari og endist í 25 hringi. En það var Sigurjón Ernir og Rúnar Sigurðsson sem eru með Þorleifi Árbæjarskokki sem að voru þarna þá dutt út eftir 24 hringi. Ég held ekki sé alveg örugglega að fara með rétt. Okay. Þannig að svona var fyrsta keppnin og við bara vá, sólarhringur. Og svo erum við núna komin á þennan stað. En við erum búin að halda þetta var 8. keppnin, bakarskeppnin sem við höldum í. Og svo þeir eru með 2 ári, eða ekki? Við erum með 2 ári, við bættum við öskulíðakeppninni árið 2022 af því að við vildum bara vera inn í, bara gefa Íslendingum kleift og Íslandi að vera með í svona á heimsmeistaramóti landsliða í bakarslaup. Þannig að við í rauninni til að gefa fleirum tækifæri á að ná inn í liðið, það voru bara skýrskilabóð frá Lars til okkar. Þið verða að hafa keppni í vor. Þið verða að gefa fleirum tækifæri á að komast inn. Og þess vegna kemur þessu öskulíðakeppni. Ok, öskulíðin æðisleg, frábær. Ok, þægilegt, gott aðgengi og ég plataði þau í Mjölni til að leyfa okkur að halda keppnina þar. Og það tókst mjög vel til. Þannig kemur öskulíðakeppnin inn. Og hugmyndi var að halda hana bara kannski annað hvert ár. Þú veist, þá í tengslu við þetta landsliða val en svo höfum við bara haldið hana þetta var í 3. sinn sem við höldum hana 3. árið í röð. Og hinn er á haustu til? Já, hinn er í haustu til, hafa verið í Heiðmörk í samstarfi Skógræktarfélag Reykjavíkur og við stefnum að halda þá keppni þetta í Heiðmörk. Við erum inn á Vatnsverndarsvæði í Heiðmörk. Alveg rétt, og við bara vonumst til þess að fá þetta leyfi til að halda þessa keppni og gera það upp á 10. Er það sem að kallast 101? Því ég sá eitthvað. Það er í rauninni, þetta er í rauninni allt bakarður náttúruhlaupa, en það er bakarðurinn í Heiðmörk og svo bakarður 101 Öskjuhlíð. Já, okkur finnst það mjög töff nafn, sko. Ég var ekki að hugsa eitthvað, númer 1, eitthvað, nei, auðvitað. Það er bakarður 101 Reykjavík. Það meikar sens. En hvenær er uppselt í allt hjá ykkur, eða er búið að opna skráningu núna fyrir til dæmis haustið? Nei, við erum ekki búin að opna skráningu fyrir haustið. Það er bara að við þurfum aðeins að, eins og segi, þetta eru keppnir sem að krefjast mikils utanumhalds og við gerum þetta ekki nema að gera þetta 100% vel og með hverju keppni þá koma sterkari þáttakendur. Þannig að við þurfum alltaf að aðeins endurskoða skipulagið eins að bara vera með öll leyfi sem þarf og allt það. Þannig að við þetta opnum skráningu bara við fyrsta tækifæri. Og augljósum það þá inn á Facebook síðu bakarsins, bakarður náttúruhlaupa. Já, en þetta er sko, þú veist, út af því það sem þú segir, þetta viljum við fá sterka keppendur og eitthvað. Það er náttúrulega, ef það er uppselt í eitthvað, þá er náttúrulega smá hætt á því að sterkustu keppendunni bara hreinlega komist ekki og þekki aðeins inn á þessi skráningakerfi bara tengt lögurslaupinu. En hvernig svona
er kannski í vinslu hjá okkur. Hvernig passið þið að reynsluboltarnir komist inn og en samt að þessi endurnýjun að nýjir aðilar komast inn líka eða þarf eitthvað að flokkut eitthvað? Þetta er auðvitað eitt sem þarf að ræða og að því að við viljum að bakarinn sé opinn öllum. Veist að þú getur komið og bætti frá því síðast. Þú veist, þú hljópst kannski 4 hringi síðast og vilt fara 6 næst og svo 8. Þannig við auðvitað viljum að það séu bara slott fyrir alla. Við vitum að það eru ekki sterkustu hlaupararnir munu ekki taka þátt sagt, í haust af því að þau eru að fara í landsleikkeppnina sem er þá bara mánuði seinna í október. Þannig að en þarna koma mögulega nýja andlit sem er ekki í landsliðinu en munu kannski bara að fara alveg rosalega langt. Ok, þannig að nýja fólki tækifæri þeirra er svolítið á haustin. Á haustin, já, þannig að allur árangur sem næst í bakarðinum í haust segjum ef einhver fari, ef einhverju 2 fara 41 og 42 hringi þá er það í rauninni inn á næsta tímabili. Þannig að þá eru þau mjög líklega inn í landsliðinu fyrir árið 2026. Þannig að þá er bara að byrja nýtt tímabil þannig í heiðmörkinni. Ok, en er eitthvað svona, þú veist, þú verður að hafa klárað marathon til þess að geta skráðið í bakarðinu? Nei, þetta er opið öllum, en við, það er í reglum hlaupsins að þú mátt ekki, þú mátt ekki að hlaupa þá þú verður að undirbúningurinn verður að vera nægilegur fyrir það vegalengd sem þú stefnir á. Það er 18 ára aldurstakmark. Og í skráningunum segirðu ég stefni á þetta eða þú veist? Nei, við höfum stundum sendt út spurningalista þar sem við svona fáum að skiknast aðeins inn í hvað fólk er að stefna á bara upp á skipulagið. Já, ok, kannski er einhver að hlusta sem að býr undir steini og þekkir þetta ekki en þú veist þetta er 6,7 km hringur. Og á hverjum heila klukkutímanum þá sem sagt er bara byrjar hópurinn og ef að fólk er ekki komið á línuna, bara búin að klára hringinu undan og komið á línuna, þá er það bara úrleik. Það er dæmt úrleik, já. Ok, og sem sagt sá sem eða sú sem vinnur verður sem sagt að hlaupa síðasta hringin ein. Já, þannig að það er bara einn sem klára síðasta hringin og þá er hlaupið búið. Og ég nefnilega var að horfa á þetta live og þá voru allir bara, getur hún ekki haldið áfram, má hún ekki haldið áfram, hún er í stuði og eitthvað svona sko, en það er bara ekki þannig. Nei, þetta eru bara reglurnar hans las og ég held að þetta sé bara, þetta er bara svona, það þarf tvo til og gerir þetta líka spennandi og það líka sýnir hvað verður þessi samstæða milli sumra hlaupara að halda áfram eins og núna ná Íslandsmetinu saman. Og svo þetta það er að halda áfram og ég held að það er vöknuðu þvílíkt þegar við komum og ég kom til þeirra þið eru að skríðin á topp 10 listan yfir besta árangur kvenna frá upphafi í bakarslaupum. Já. Og það er þannig núna að Mari eftir þetta, Mari hvað 7. til 7. sæti og Elisa 9. Já, María deilir 7. til 8. sætinu með Amanda Nelson frá Kanada. Og Elisa kemur þannig að það er engin önnur kona búin að fara 56 hringi, þannig að Elisa er í 9. sæti. Svo kemur Anna Karlsson frá Svíþjóð sem er alltaf í landsliðinu í Svíþjóð með einhverja 52 minni mig. Það eru komnar fyrir ofan hana sem er alveg stórt, sko, myndi að segja. Já, ok, og sem sagt úrslitin í ár er Andri Guðmundsson, hann fór 216 km, eða 52 hringi og Íslandsmeti var 50. 50, já. Og Þorleifur Þorleifsson sem við vorum að tala um áðan, hann átti það og hann var eitthvað í 7. sæti Já, hann datt út, þú veist, hann var ég man ekki hvað hann fór langt. Hann hefur alltaf verið í stuði, hann greinilega var eitthvað aðeins. Og þetta það er ekkert gefið að það má ekkert koma upp á. Þá veist þú leið og líka að þú fer að finna fyrir eymslum og meðslum og það er kannski, þú veist, árið eftir. Þá er þetta mjög erfið ákvörðun hjá hlauparannum hvort hann eigi að halda áfram með ekki. Og þú veist, og fólk verður þetta bara það er allt í lagi að hætta í keppni að það er rétt á þessum tíma, veist, og við erum ekkert í þessu, við erum í þessu til að hafa gaman. Fyrst og fremst. En Andri, fyrir 52 hringi, manstu hvað hann átti fyrir það?
30 eða 31 ring síðan í Heiðmörku fyrra. Og Elísa Kristinsdóttir, hún var önnur með 56 ringi sem eru 233 kílómetrar. Nei, 300, hún er komin upp í 375 kílómetra. Já. Vá, hvað ég er með eitthvað Þú ert kannski með mílurnar, getur það verið? Já, með mílurnar. Já, ég er með það, þá er ekki rétt heldur með það sem ég sagði með andra. En kannski segja við fólk að af hverju þetta 6,7 kílómetrar, það er að því að ef þú hleypur 6,7 á hverjum klukkutími í sólarhring, það endar í 100 mílum. Alveg rétt. Eða 160 kílómetrum. Já, hann náttúrulega, Emmett sem býr þetta til er í því. Ok, og svo er en Elísa fór 56 ringi núna, en hvað fór hún í fyrra? Hún fór 30 og ég heldur hún að farið 36 að 37 núna í haust. Já. Þannig að hún er að bæta sig einhverja næstu 20 ringi á einu ári. Það er rosalegt. Það er svakalegt. Mari, hún fór 57 ringi og sigraði á því og hvað á hún eða átti hún? Hún átti best 43 ringi. Já. Síðan í fyrsta bakarslaupinu í Öskjuhlíð. Já, það var rosalegt. Þorleifur og Mari einvíð sem var náttúrulega var epist. Það var rosalegt. Þá og er ennþá. Við munum alltaf muna eftir því. Já, 100% Ég man að ég var þá að vakna á nóttinni bara er allt í lagi með þau og hvorir og eitthvað, þú veist. Og þá vorum við fyrst, þá var ég bara góður, hvað erum við búin að koma okkur út í í náttúruhlaupum? Einmitt. Þannig að, en ég hef þetta mjög gamla þessu og hef tekið að mér að vera liðstjóri landsliðsins og þetta bara, ég elska allt svona ofur og ofurhlaup en við þurfum líka bara eins og það að þetta er opið öllum og það er ekkert allir að fara ganga svona langt. Nei, en þú veist þetta þarf líka að vera opið öllum út af því að þú það er ólíklegasta fólk sem að verður svo bara ofur. Já, og við erum með alveg dæmi, hann Guðjón sem vann Öskjuhlíðina fyrir árið síðan. Já, mann eftir því. Ég held að ég sé ekki alveg að bulla, en hann dálítið byrjar í þessum ofurlaupum bara í gegnum bakgarðinn. Þannig að hann var búinn að taka nokkur og svo bara endar hann á að sigra. Þannig að sumir kannski byrja í bakarslaupi og fá bara einhverja bakteríu og þannig að eins og núna í haust við meðum alveg búist til því að kom einhver sem er bara ætlar alla leið og er bara að byrja að æfa núna í dag og slæðir öllum með. Þetta er svo spennandi. Herru, og hvað þarf fólk að hafa til þess að verða góð í bakarann? Hvað er svona? Ég held að þau eru mjög góðan grunn, einhvern hlaupagrunn, ekki byrja alveg frá grunni og ætla að fara í sóla, þú tekur ekki sólarhringin í fyrsta bakarslaupinu. Nei. Ég myndi ekki ráðleggja þér það, en ég myndi taka fyrst, byrja á að fara 8 og svo kannski 10 og upp í 15, þú þarft alveg að hafa mikla hlaupagetu og því meiri hlaupageta og betra hlaupaform, það er alltaf að fara að hjálpa þér í bakgarðinum, þótt að bakgarðurinn sé, þetta er super slow, 6,7 km á klukkutíma er mjög rólegt, skokk og þú gætir svona hæglega rösklega gengið þetta með að fá enga pásu svo. Þannig að þetta, en þú þarft því meiri hlaupageta því betur gengur þetta hjá þér. Tími til að æfa auðvitað, og svo held ég að þetta sé bara rosalega sterkur vilji til að hreinlega vinna bara. Hver veit þetta er svo mikill hausinn í þessu hlaupi og bestur hlaupararnir geta bara dottið út snemma og við vorum náttúrulega með algjöran meistara hann Givi Talentino frá Filipseyjum, hann á 81 ring það er hans met, hann er númer 13 núna held ég á svona hann allavega er mjög ofalega, hann var 13. sæti í heimsmeistarakeppni einstaklinga núna í haust í heiminum. Hann datt út eftir held ég minni með 22 ringi og þannig að hann er mjög sterkur en hann er gamall
sem sagt svona ég held svona millivega lengdar meistari frá sínu, Filippeskur. Þannig að það hans bakgrunnur. En var hann eitthvað meiddur eða íslensku aðstæðunar? Íslenskar aðstæður, eitthvað með magan, mögulega einhver flugþreyta, svona bara eitthvað bland, ekki hans dagur. Nei, svo dagsformið bara líka, maður þarf að hitta það líka einhvern veginn. Svo er ég pínu smeyk að hann ætla fyrst að mæta í haust aftur. Ágveð. Þið heyrðu það fyrst hér. Þú ætlar að vera bara marga daga. Þannig að við þurfum að fara að manna þessar 3 daga vaktir. En er þetta svolítið svona, þú veist, maður sér sko fólk virðist vera svona æfasamt fjölbreytt, þú veist, það eru auðvitað sjálfsögðu flestir að hlaupa og væntanlega bara safna kílómetrum í fætunar, það eru margir á esjunni, virðist vera og fara bara mörgsunum í röð. Elisa og Mari æfa mikið í esjunni, fá styrk í fætuna og þú þarft að eins og það er mikið landslag í Öskjuhlíðarbrautinni, það er alltaf brekkum sem þú þarft að labba. Þannig að þú veist, það er góð að labba upp esjuna og hlaupa niður esjuna líka, þú veist, að þola öll þessi högg í næstu 3 daga. Að það hjálpar. Nefni dæmi Hildur Guðný Káradóttir, þjálfari hjá Mjölni og náttúruhlaupari. Hún er komin inn í landslið með heldur 27 eða 8 hringi sem hún náði núna. Ég ætla ekki að segja Hildur hlaupin, þetta er rosalega mikið, en hún er, þú veist, þjálfar, hún er gríðarlega sterk. Hún þjálfar víkingaþrek og er náttúrulega bara á fótum allan daginn, held ég að það er mikið að þjálfa, og hún er með rosalega sterkan haus, ég veit það. Já. En svo er sko, þannig að ef að ég ætlaði að fara að hlaupa í haust og þið heyrðu það ekki fyrst hér því ég er ekki að fara að skrá mig. Ég skal skrá þig. En sko, þú veist, þannig að ég ætti að vera að hlaupa bara rólega og safna kílómetrum og ætti að gera styrtaræfingar og ef ég væri duglega að fara Esjuna eða Helgafell og eitthvað svona, þú veist, þá myndi það hjálpa mig líka. Já, ég veist að fjölbreytni sé góð fyrir bakarslaupara og þetta með áherslu kannski bara á róleg hlaup, veist, að hafa og þessi bara hvernig er best að hvernig erum við að æfa, við erum ofta, þú veist, það er 1 löngæfing, það er 1 eða 2 gæðaæfingar eða fjallaæfing og svo restin er bara rólegt. Já. Svona zone 1, zone 2 hlaup recovery skokk og svo er greinilega, ég meina að Mari er hörku skíðagöngukona og þegar hún fór lengst hana 43 hringi fyrir 2 árum þá var hún búin að vera bara mest á gönguskíðum. Já. Þannig að þetta kemur þetta rosalega þol sem hún hefur. En svo sá ég líka, hún var ofta á svona línuskautum og eitthvað var alltaf að tala um að vera sem mest á fótum og já, línuskautum og líka bara á hjólaskíðum sko. Já, yfir sumarið þá. Já, þetta er, kannski fjölbreytt hreyfing Já, og svo bara, við viljum ekki meiðast og styrtaræfingar eru stundum gerum við styrtaræfingar bara til þess að forðast meiðslin líka. Ekki bara til að vera ókslega sterk. Nei, það er sexy. Já, eða líta rosalega vel út. Nákvæmlega. En sko svona næring í þessum hlaupum, þannig að þú veist, er fólk að undirbúa sig eitthvað sérstaklega í, er það þessi kolvetnahleðsla fyrir hlaup eða einhvers staðar heyrði ég að einhver var að þyngja sig Jú, ég heyrði það í podcastinu út að hlaupa, þá voru þeir að tala við einhvern Íslanding sem býr í Svíþjóð eitthvað slags og þá var hann að segja, þá sagði allan að sá aðalega að hann vildi þyngja sig 1 kíló áður en hann færi í þetta. Já, ok, kannski 1 kíló. Já, þú veist, ég man ekki hvort það var 1 kíló eða eitthvað meira. Sem geti það bara verið, þú veist, að vera kannski ekki alveg, að hafa kannski svona, þú veist, aðeins utan að þér, sko. Já, forða. Og smá forða og svo þetta bara kolvetnahleðslan getur auðvitað þyngt þetta aldrei en í þessu langa og hæga þá erum við ekki að leggja kannski eins mikla áherslu á þess að hefi kolvetnahleðslu því þú veist að peysið er það rólegt og þú hefur tækifæri á að nærast en ég myndi aldrei þetta er bara ekki gera eitthvað nýtt eða breyti einhverju miklu dagana fyrir keppni. En svo þegar maður var að fylgjast með á samfélagsmiðlum þá sko voru greinilega bara flesti, þú veist, það var bara engin með sömu taktik einhvern veginn,
að maður sá að allt í einu var Andri að borða frostpinna og svo var þessi að borða pasta og svo náttúrulega eldstafir og þetta, það var svona alls konar, en þetta þá bara það sem fólk bara vant að borða og það bara tekur næringu úr því. Vant að borða, finnst gott að borða þegar það að hlaupa. Já, og hvað fólk að borða meðan það að hlaupa, yfirleitt? Maður sé rosalega mikið af einhverju svona brauðmeti, sætabrauði, auðvitað gelin, mesta orkan sem fer inn líklega bara formið svona kolvetnadrykkja. Já. Hvort sem það Morten, Tailwind, High Five eða eitthvað, alls konar til. Bara að drekka kolvetnin. Bara upp á það að fá bara vökvann og þurfi ekki að tyggja, af því að það er líka mikið álag, þú veist, svona löngu oflöpi, þetta er bara mikið álag á munnin og tunguna og veist, og af því að hún fær aldrei frið, þú sefur ekki, þannig að þú getur fengið blöðrur á tunguna. Í alvöru. En þú veist, núna til dæmis Mari, hún talar allan tíman verðist vera allan sólarhringinn, menn hún á hellingabætingu inni ef hún bara hefur hljóð. Gæti verið, já. Gæti verið. Svo eru við svo misjöfn, en ég hugsa að hún eyðir alveg slatt af orku í að hvetja þær áfram, en þannig kemst hún líka, kannski er hún að ýta fleirum lengra og það hjálpar henni og hinum líka. Hún verðist líka fá orku úr fólki, sko. Einmitt. Hún er alveg þannig típa. Ok, en eins og svefnin og hvíldin og eitthvað, því að maður sér, sko, maður átti sig ekki á því hvort að þau hreinlega sofni eða ekki, en þetta verðist vera svona þau eitthvað leggjast, sumir setja eitthvað yfir augun og þú veist, maður hugsa bara, þú veist, ef ég sofna í 3-4 mínútur, þú veist, ofta er maður bara svo ótrúlega rotaður. Þú veist, hvernig bara er þetta? Hvernig virkar þetta? Já, þau ná alveg, þú veist, eins og sérstaklega það líður á, þú veist, þetta komið kannski búin að vera vakandi næst í 2 nætur, þá þetta, þegar þú færð þessa pásu og þú leggst niður í 2 mínútur, þá getur alveg dottið út. Já. Og það mun hjálpa þér. Já. En þetta er ekki, sko, svefnleysið er verra á nóttunni oft en á daginn, en við erum mjög ólík hvað við þolum, þú veist, þetta svefnleysi, og sumir náttúrulega, þetta er náttúrulega ekki hollt. Nei. Og það er bara, en það er ákveðin svona taktík sem getur það að ná að klára hringinn og snemma til að þá geta lagt þig í einhverjar 10 mínútur, þess vegna lengur, til að alltaf að svona fresta einhverjum svefni, halda þér það vakandi lengur, en þetta er þetta, Þetta er náttúrulega bara eitthvað crazy, þú veist, kannski er bara ekkert alveg hægt að undirbúa sig auðvitað fyrir allt í þetta, en þú veist, þetta svefnleysi að hlaupa nóttunum eitthvað, þú veist, þeir allra hörðustu og þess aftur, eru þau eitthvað svona bara, nú þarf ég að æfa með að hlaupa klukkan 2 á nóttunni og eitthvað, eða er maður eitthvað í því eða bara tekur maður þessu? Einhver gera það sem hluta á æfingaprogrammi að æfa einhver svona óvenjulegu tímum eins og kvöldin eða eitthvað inn í nóttina. Og kannski getur það bara hjálpa þér einhverju svona andlegri hlið og líka bara vita við hverju er að búast. Þannig að en ég myndi ekki setja mikið púður í það því að þannig æfingar hafa svo mikið áhrif á endurheimt og kannski æfingavikuna eftir. Þú vilt það ekki. Nei. Og svona helstu sérfræðingar er ekkert sérstaklega að mæla með því að þú æfir ekkert svefnleysið. Nei. Þú mætir bara í eins góða formið og getur og svo bara reynur að vera skynsöm og skynsamur að taka þessa stuttu, byrja snemma þá að hvíla þig. Okay. Og þá getur einmitt svona kannski alltaf fresta þessari ofurþreytu sem kannski síðan endanum alltaf bara tekur þig út. Og þetta er það mest, og þetta er þetta mikið gagnrýnt, það sem er óhaldast við þetta er þetta svefnleysi. Einmitt. Engin spurning. En við erum bara, en við megum ekki, við megum ekki setja neitt endi á keppnið. Nei. Hún er bara opin, þannig að þegar við erum með manneskjur eins og þau 3 þarna og fleiri, þá bara, En þetta var eins og í bíómynd. Þú veist, núna eitthvað, þú veist, að þú veist, klukkan þetta, þú veist, þá setjaðu Íslandsmetið og þegar komið mark þarna, þá komið Íslandsmet
og þú veist, maður var bara alltaf klukkan korter í og öllum sólarhringum, þú veist, öllum klukkutími þá var maður alltaf að kíkja, þú veist, ok, núna fer einhver live útsending og svo flakkaði maður á milli þeirra á Instagram sem var frábært að geta séð þetta og verið með án þess að vera hana og svo þegar hann hættir og maður var alveg leiður, bara nú fer þetta hugsanlega taka enda og þú veist, ég var alveg bara, hvað ég leiði yfir þessu og eitthvað og svo þegar Elísa, hún segir, maður sér í einhverju Instagrami hjá einhverjum og segir hún eitthvað í miðri braut, þá segir hún, þetta er síðasti hringurum minn, ég er að hætta núna. Og við, þú veist, ég og vinkonum mína bara, oh my god, hún sagði hún ætlaði að fara að hætta og þannig að við vorum alveg límdar við, bara, þú veist, við viljum ekki og svo var þetta svo fallegt þegar Mari er að bara eitthvað, nei, við bara höldum áfram og þú veist, það var allir með áhyggjur hvort hún var að fara, þú veist, þetta var bara, þetta hefði bara alveg verið góð bíómynd. Já. Þetta var ótrúlega svona gaman og fallegt, því að fyrst var maður bara, af hverju er hún að, þú veist, hvetja hana áfram, en svo fattar maður auðvitað, þú veist, til þess að geta hlaupið auðvitað lengur og þess aftar. En já, mér varst þetta geðveikt. Þetta er geggjuð keppni. En hvernig finnst þér andrúmsloftið vera þarna á staðnum og svona, er fólk alltaf bara að koma og fara og... Bara ótrúlega gott, við erum alltaf aldrei lært í núna á milli keppnana að við þurfum að passa vel upp á keppendur og við erum svona, leggja meira á því á að loka hvíldar svæðinu, við erum alltaf ströng og fólk bara virðir þessar reglur sem við þurfum að setja og við erum fyrst og fremst að hugsa keppendurna að þau fái þetta næði og séu bara með fólki sem að það er búið að velja með sér af því að það eru, þú veist, þótt að vinirnir vilja koma og peppa mann áfram að þá er þegar þessi hvíldatími hann er bara svo mikilvægur að þá eru bara eins og við leyfðum 2 aðstofamenn hann eftir seinni nóttina eftir fyrri nóttina þá máttu alltaf 2 og svo slökum við hans á þessu þú veist, þau fá alltaf þá í aðstöð sem þau þurfa og biðja sérstaklega þannig undir lokin Já, maður, svona, í gegnum árin það hefur maður oft hugsað bara eru of margir, eru of mikið læti og við þurfum líka að fara að hugsa þetta með brautina því að keppnin hjá Las uppalega keppnin og þá er hann bara að halda þetta á sínu landi á lokuðu svæði það eru engir áhorfendur það er einn aðstofamaður með hverjum og veist, það er mjög brútalt við erum svona, það er aðeins sem er í slaki hér og ég eru strangt til tekið á ekki neitt annar að vera í brautinni nema keppendur en það er þetta ekki hægt að því við erum að halda þetta á almennum stígum og sem gerir þetta líka bara gaman hérna, ég meina en við þurfum að bara passa þú veist að við förum ekki eitthvað yfir strikið í og mikillir hvatningu það má ekki hlaupa með keppendum í braut það er enginn að fara að dæma einhvern úr leik fyrir að hlaupa einhverja nokkra metra taka eitthvað upp en þetta er samt eitthvað sem við þurfum að veist, að því þetta gæti algjörlega farið úr böndunum sko, og við þurfum bara við sem keppnishaldrar bara skoðum hafa kannski bara að því að kannski er þetta bara of mikið fyrir keppendur líka þetta er, veist, að þau eru bara með veist, það er bara verið að horfa á þau allan tíman, þau fá ekkert breyk Nei, og líka, þú veist, þetta gæti alveg sko, kannski stífari reglur sem er kannski samt smá fúlt fyrir okkur hinn þannig kannski er þetta að hafa hvatningastöðvar Þetta á hvatningastöðvar en einmitt þannig að sé ekki, þú veist, að taka orku úr keppendunum út af því að auðvitað viljum við fá meiri úrslit Þannig að þau fáið, þú veist, meira búst sko, veist, ég hlakka til að koma þennan stað eftir kílómetra því að þá er tónlist eða eitthvað og en eins og segi hver keppni, ég meina þetta þróast og við þurfum þetta líka að passa að þetta við séum að fara eftir einhverjum svona alþjóðlegum reglum sem að þannig en við erum þetta, við Íslendingar við bara tökum þetta alla leið alltaf 100% og bara öll þjóðin komin út í braut að hvetja sem er svo geggjað en heyrðu, náttúruhlaup, förum aðeins í það þú og fleiri eru með það og eigi það hvernig kom þetta til og svo þegar við vorum að spjalla eins áðan sko, þá erum við miklu stærri starfsemi en ég hafði gert mig grein fyrir þannig að viltu segja okkur aðeins frá því? Já,
Herru, þetta fyrirtæki sem ég vinn hjá og einn af eigendum ásamt Birki Má Kristinsinni sem starfandi framkvæmdastjóri og við svona deilum verkum með okkur. Svo einn stofnandinn, Örn Haraldsson, hann er hérna stjórnarformaður hjá okkur. Já. Og fleira gott starfsfólk sem að einhvern veginn, við höldum þessu gangandi. Þetta fyrirtæki það er orðið 12 ára gamalt og náttúruhlaup, fyrirbæri, það er stofnað, fyrirtækið er Arctic Running og í samstarfi 66 gráður norður byrja með náttúruhlaup vorið 2014 og við eigum sem sagt, eða náttúruhlaup eru 10 ára gömul. Oh my. Þannig að við erum búin að vera með námskeið í 10 ár og það var einmitt hann Birkir Már sem að sáum fyrsta námskeið, voru námskeiðið okkar. Já. Og ég kem inn þarna í náttúruhlaupin, ég kem inn sem þjálfari þarna seint 2014 eða byrjun 2015 og kem svo inn í fyrirtækið 2015. Já. Og tek þá við, ég ætla að segja, þá tek ég við stjórn á þeim tíma. Já. Og auðvitað að gera þetta bara með öllu öðru. Einmitt. En á þessum tíma, á næstu 10 árum, erum við búin að vaksa hægt og rólega og bara okkar markmið er að gera hlutina vel og byggja upp frábært þjálfarateymi. Við erum yfir 20 þjálfarar og ég held að nánast allir þjálfarar er að þjálfa einhverja æfingu eða einhvern hóp í hverju einustu viku. Já. Og við erum með, náttúrulega við breyttum, við vorum alltaf bara með svona vor- og haustnámskeið, svo bættum við vetranámskeiði 2016 eða 17 minni mig og ég kem með fyrsta Laugarvagsnámskeið 2017. Ég held við séum með 7. eða 8. Laugarvagsnámskeið núna í ár. Og aldrei, það er alltaf fjölgar í þeim hóp. Ótrúlega gaman. En þá eru þið með Laugarvagsnámskeið og byrjar það eftir að fólk er búið að skrást? Nú skrási fólk sig allan í nóvember? Já, núna, þetta er bara búið að þróast. Á fyrsta ári þá skráði fólk sig á námskeiði bara með stuttu ára námskeiði hófst. En núna í dag, þá opnum við skráningu námskeið sama dag og fólk var að vita hvort það sé inni í Laugaveginu. Já, ok. Þannig að við erum alveg að tánum þar, sko, því að það verður, við erum búin að vera með uppselta námskeið í nokkur ár. Og já, þannig að þetta er svona kjarnin okkar og það er hlaupasamfélag náttúruhlaupa sem verður til þannig að, já, svona árið 2016 og þá í rauninni hættu við með námskeiðin, búum bara til svona hlaupahóp eða þetta hlaupasamfélag sem fólk getur valið mismunandi æfingar í vikunni og svo þetta upplifunar hlaupa á laugardögum og þar erum við að keyra 6 mismunandi hraðahópa með þjálfurum. Þetta er ansi margir þjálfarar sem koma að hverju laugardagsæfingu hjá okkur pluss laugardagsnámskeið, pluss grunnnámskeið. Við vorum að byrja núna, við erum búin að vera með 5 námskeið síðastliðin 2 ár. Og fyrir 3 árum þá settum við upp fyrsta 5,5 hlaup náttúruhlaupa, það sem er bara hlaupið yfir 5,5 yfirleitt helgin eftir verslunarmannahelgi. Núna er það 10. ágúst og að því að Laugarvagsnámskeið hefur verið svo vinsælt og allir með svona vilja komast í Laugarvagshlaupið sem er bara gott og vel en það er ekkert öll tilbúin í það. Nei. Og þurfa, ég myndi vilja vera búin að vera að hlaupa í svona 4 ár áður en að ég stefna á Laugarvagshlaupið. Þannig að 5,5 hlaupið og svo þetta 5,5 námskeið sem við búum til eftir Laugarvagsnámskeiðinu, það er fyrirmyndin. Fyrir fólk sem er svona stíga sín fyrstu skref í að fara í lengri vegalengdir. Ok, þannig að ef ég ætlaði draumur minn var að fara í Laugarvagshlaupið, þá væri kannski sniðugt hjá mér að skrá mig í ár í 5 vörðu getur verið 5,5 námskeið og námskeið, klára það og eru ytra stig fyrir það líka. Ytra stig fyrir það. Já, og þá ertu meðal annars að safna og svo getur þá skráði í nóvember það ár. Já, þá ertu bara búin að prófa að fara í gegnum svona góðan undirbúning með þjálfara og plani. Ekki alveg eins langar hæfingar, ekki alveg eins stíft kannski á Laugarvagsnámskeiðið og líka hægari, kannski örlítið
minna bil, en hérna við getum alltaf verið með, hraðir eitthvað, eins og Laugarnesnámskeið nokkur, við erum alltaf með fólk sem er að hlaupa kannski undir 5:30 og alveg upp í það bara að klára innan tímamarka. Ég staði með þér í Laugarneshlaupinu í markinu að bíða eftir öllum. En eins og Laugarnesnámskeiðinu erum við með 4 mismunandi hraðahópa flesta laugardaga. Já, okay. Þannig að þetta er lítið hlaupasamfélag fyrir Laugarnesnámskeið, þannig að við leggjum rosalega mikla áherslu á þessa upplifun á lönguæfingunum fyrst og fremst. Já. En svo erum við með þetta bakarðinn, við erum með og svo erum við með utanlandsferðir líka fyrir fólk. Já, þið erum með ferðaskrifstofu. Já, við erum í rauninni ferðaskrifstofu líka. Já, ég vissi ekki að því, sko. Og Birgit aldrei er meira þar. Ég hef svona haft kannski meiri umsjón með náttúruhlauparhlutanum, allavega svona síðustu árin. En þið eru þá skipuleggja fyrir fólk Íslendinga, erlendis, en þið eru líka það ekki að fá erlend fólk til Íslands og skipuleggja fyrir þau hér. Jú, og við tökum á móti svona bandarískum náttúruhlaupum eða svona þannig fyrirtækjum sem koma hingað með stóra hópa og vilja upplifa Ísland á hlaupum. Þá erum við að þjónusta svoleiðis hópa á hverju einasta ári, alltaf á sumrin og alls konar verkefni. Við hefum fengið alls konar skemmtileg hlaupaverkefni inn á borð til okkar. Trú því. En eins og í náttúruhlaupunum, er þið með nýlega námskeið? Já, við sérhæfum okkur í nýliðum og byrjendum. Það er svona eitthvað sem fer mesta púðrið í, það er auðvitað grunnnámskeiðin og vera með alltaf með topp þjálfara þar, bæði sjúkraþjálfara og mikla reynslubolta sem eru skilja byrjendur í hlaupum og við erum með svona 4 vikna prógram þar, næsta námskeið hefst núna 13. maí til dæmis og það er bara 4 vikur og svo viljum við þetta bara, ef fólk vil halda áfram að þá fylgjum við þeim eftir og þau prófa þá æfingar með hlauparsamfélaginu og mögulega, ef þau fíla þetta þá bara geta þau komið í áskrift hjá okkur og haldið áfram. Það þarf, að því að í hlauparsamfélaginu erum við með hópa sem að byrjendurnir geta æft með. Já, en eru þið aðalega utanvegarhlaupum? Bara í utanvegarhlaupum. Við erum bara í utanvegarhlaupum en smá breytingar eins og við vetratíman þá eru leiðinir okkar bara innan bæjar yfir háveturinn þegar við komumst ekki Heiðmörk og svoleiðis og síðan er einn hópurinn sem við verðum að taka brautaræfingar eins og þú. Það er skemmtilegstu æfingarnar, ég skal bara segja það. Þannig að við munum virkilega halda því að einu sinni í viku er allavega svona brautaræfing fyrir hraðari hlauparana því að það er rosalega erfitt að vera með keyra gæðaæfingar fyrir hraðarhlaupara í myrkum skógi. Það er bara mikil slysahætta þar. Þannig að ég veit ekki, einhvern tímann í áramótasköpunni þá var atriði að vera að gera grín held ég að okkur og utanvegarhlauparunum sem voru út allt. Það var að gera grín að malbikslauparum og rámar í þetta. Já, það var þannig að við tökum það algjörlega til okkar sko. Okkur finnst stundum hræðilegt að þurfa að hlaupa einhverja kapla á malbiki en þetta er bara, en það er beauty við hlaupið að það er svona, þetta er svo eiginlega margar útgáfur og það er svo margt í boði og margar mismunandi keppnir í boði en fólk ætti alltaf að finna eitthvað fyrir sitt hæfi það hljóta allir að hafa gaman að hlaupa sko. Já, við erum alltaf bara ótrúlega stolt af því sem við höfum gert og komið rosalega mörgum einhvern veginn áfram í hlaupunum og allir byrjendurnir sem komu inn til mín á námskeið 2016 algjöru byrjendur. Þau eru allir búin að klára 100 km í dag og eru bara orðin fáralega og þú veist að það að hugsa vel byrjendurna, það skiptir svo miklu máli en á sama tíma erum við líka komið rosalega sterkar hlaupara og við erum að gera líka vel og þau fá alveg verkefni við hæfi og góða þjálfun þannig að þetta er heljarinnar batteri sko. Það er bara frábært. En farið þið líka yfir, ég veit ekki hvað ég er að spyrja, það hlýtur bara að vera fatnaður og skór og
Já. yfir það og hvernig layers og ekki og allt þetta. Já. Þau fá mikil fræðsla í tengslu við grunnnámskeiðin og öll þessi, þú veist, eins og þú ert að fara að Laugarnesnámskeiði þá færðu náttúrulega góða fræðslu þar og þú veist, við erum bara með það marga þjálfara yfirleitt á hverju æfingu, með hverjum hóp. Já. Og þau eru rosalega dugleg að miðla. Okay. Og þetta allt fólk sem náttúrulega bara brennandi áhuga á hlaupum og þannig að, já. Þetta brilliant. En hvað, svona, ef við endum kannski á svona, hvaða ráð myndirðu eiga fyrir þau sem að vilja svona fara af malbikinu yfir í náttúruhlaupin, einhverja leiðar eða eitthvað svona sérstakt sem þú ert að huga að eða? Ég held að það sem stoppa kannski fyrst fólk að það þorir ekki alveg að fara út fyrir borginni eða þú veist að kíkja á einhverja leiðir í Heiðmörk, þú veist að því að það bara ratar ekki og svoleiðis. Ég veitist þar, ég farið einu sinni og við tókst ekki fara að klára hringinn. Já, og þú veist að þetta kannski tekur smá ánæginn út úr þessu. Já. En það bara að prófa, veist, samt að leyfa sér aðeins að villast og ekkert að vera, og kannski almálega ekki að horfa á pace, að hraða þegar þú ert að hlaupa út í náttúrunni. Já. Við erum langflestar æfingar okkar bara settur upp í mínútum eða tíma. Já. Og veist, skiptir ekki máli hvort við förum 8 km eða 12 km á einhverju æfingu, veist, af því að við erum kannski að taka brekkur eða, veist, já, þannig að við erum ekki, við einblínum ekki á pace eða kílómetra, heldur frekar að fara út og hlaupa í 40 mínútur eða klukkutíma, 2 tíma. Þannig að, já, ég held að það sé eitthvað sem að slaka þess á, veist, ekki að vera horfa á paceið eins og margir gera þegar byrja að hlaupa og eitthvað ætla að drífa sig og halda að þessi best að hlaupa, ætla að fara að hlaupa 5 km og þá þarf ég að gera það bara eins hratt og ég get. Svo fer ég aftur á morgun og ætla að reyna að bæta þann tíma og eftir viku, veist, þá lendur ég í meiðslum. Já. Það bara þannig. Já. En svo líka það sem við erum að gera með grunnnámskeiðin að það ekki bara að kenna og fræða og svona kenna þér einhver triks í hvernig þú átt að hlaupa utan vega, heldur það líka að leiða þig, sýna þér nýjar leiðir sem þú getur síðan nýttir seinna. Sem að mér finnst mjög sniðugt, sko, ég rata ekki neitt og ég fer bara upp á Hvaleyrar vatni að ég rata hringinn. Við fáum oft fólk sem bara í mjög góðu hlaupaformi en kemur á grunnnámskeið að því það vill bara aðeins, veist, fá bara leiðsögn, veist, þetta í rauninni, þú ert að fá, veist, já, þetta bara eins og verið í gönguhópi og veist, þetta ekki bara góði þjálfar, þetta líka, veist, líka leiðsögufólk. Já, nánast, veist, og mörg það, þannig að hjá okkur. Ok. Herðu, ég held að við séum bara að verða ansið góðar núna. Já. Það svona, já, margt sem að ég tek úr þessu og ég spennt fyrir bakarinum í haust. Þú lætur okkur vita hvernig skráningi byrjar og já, og við bara hvetjum ykkur til þess að kíkja á heimasíðu náttúruhlaupar, ekki bara náttúruhlaup.is. Jú. Ok. Takk að ég kærlega fyrir komuna. Takk. Við þökkum Elísabetu kærlega fyrir að setjast þetta niður með okkur á spjallans við okkur og aftur vil ég þakka samstarfsaðilum Klefans, Útilíf, Hafið fiskverslun, Gút og Heilsuhillan frá Artasan. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Klefinn með Silju Úlfars.